Ég rak mitt eigið fyrirtæki á framkvæmdastjóri þar. En einn góðan veðurdag þá var allt búið. Það voru sjálfsvígshugsanir, drykkja, alls konar kvilla sem hrjáði mann. Maður þorði ekki að opna tölvupósta, maður þorði ekki að svara í síma. Maður á þeim stað þar sem að, ég segi bara getur brugðist í beggja átta hvort að maður lifir þetta af þess vegna því að hugsunin orðin svo svört. Þegar maður byrjar hjá Virk þá heldur maður að maður komist ekki gegnum þetta. Engan veginn. Maður staddur á þeim stað þar sem að lífið bara búið eiginlega. Maður bara staddur á botninum og eiginlega á næstu hæð fyrir neðan. Þú gerir þér eiginlega ekki grein fyrir því hvenar þú þarft hjálp og hvenar þú þarft aðstoð. Þú ert komið það djúpt að eina nóttina þá var bara allt búið. Það var bara veggur. Ég var búinn að vera að hvísla að mönnum að mér líði illa. Það þyrfti að skiptum. Ég vildi hætta sem framkvæmdastjóri, ég vildi bara fara að vinna sem venjulegur maður á gólfi í mínu eigin fyrirtæki. En það bara ekki nóg. Það trúði mér enginn. Það var bara ekki fyrir en að ég bara gekk á vegg og hringdi og sagði ég get ekki meir, ég er búinn á því. Og þetta kemur svo hægt. Þetta gerist ekki á degi, þetta gerist ekki á viku, ekki á mánuði, þetta gerist á árum. Og þetta kemur svo hægt að þú verður samdaun að þessu. Svo endar á því að líkaminn segir bara nei. Ég ræddi þetta mál við konuna mína sem fór með mig til læknis. Og þessi yndislegi læknir kom mér að hjá Virk. Þar sem ég mætti einstaklega góður í þjónustu. Ferlið hjá Virk byrjaði á tíma í hjá sálfræðing og hjá í sporthúsinu. Og eftir það var maður leiddur áfram og ráðgjafi Virk var manni ávallt innan handar hvað yrði næst og hvar maður væri staddur og hvert maður ætlaði sér. Með aðstoð ráðgjafans og einnig náttúrulega bara með því að ákveða og vera ákveðin í því að nýta sér alla þjónustu sem Virk hafði og fara á öll námskeið og allt sem maður kæmist á. Þá fór maður hægt og bítandi að sjá ljósið. Þangað til að þetta var orðið gaman. Það var orðið gaman að mæta í ræktina, það var orðið gaman að hitta fólk. Árangurinn kemur, en það þarf líka gríðarlegan vilja til þess að árangurinn komi hjá manni. Maður verður að fara sjálfur með vilja inn í hlutina, þó að maður sé alltaf því viljalaus þegar maður fer og hittir ráðgjafa. En eins og ég hef sagt að ráðgjafinn heldur það vel utanum mann og þetta það yndislegt teymi, allt sem að þau gera fyrir mann að með því tókst þetta. Og í dag ég miklu betri maður og það Virk að þakka. Ég ákvað að selja fyrirtækið og hætta að vinna þar. Ég sá að ég gæti ekki komið þangað aftur. Ég gæti ekki unnið þarna. Þannig að ég seldi fyrirtækið mitt og í dag finnst mér frjáls maður eftir það. Ekki það að þetta hafi verið slæmt heldur, var maður bara á virkilega slæmu stað í lífinu og mundi það. Þegar maður átti að mæta þar aftur, hvað hefði verið í gangi. Það gríðarlega hvetjandi þegar maður fer að sjá árangur af starfinu sem maður í hjá Virk. Þegar maður fer að fá lífslöngunina. Áhugan á lífinu, áhugan á vinnu, áhugan á sjálfum sér, áhugan á fjölskyldunni sinni. Þetta svo æðislegt augnablik. Og hjálpin sem maður fær og breytingin á manni sjálfum fyrir og eftir svo gríðarleg og ef maður gæti bara leyft fólki að finna hvernig manni líður áður maður fer og svo eftir að maður kemur úr ráðgjöf hjá Virk þá svo það vinnan eftir á líka að halda sér á þeim stað þar sem maður í dag og lesa sögur fólks ennþá sem að koma inn hjá Virk og sjá dugnaðinn og hvað í gangi og hvað að gerast. Þetta gríðarlega mikilvægt. Áður en að maður fór inn í Virk þá hafði maður
vissa fordóma gagnvart fólki sem hafði gengið í gegnum þessa hluti. Manni fannst þetta fólk sem að gæti ekki unnið og jafnvel bara aumingjar. Svo lendir maður í þessu sjálfur og sér þetta gríðarlega mikilvæga starf sem unnið þarna. Og hvar fólk lent í lífinu. Það getur bara ekkert að þessu gert. Og ef maður hefur þessa aðstoð ekki og þetta teymi á bakvið sig, þá veit ég ekki hvað verður hann. Þó ég hafi rekið mitt eigið fyrirtæki og verið minn eigin herra með nokkur marga starfsmenn og annað, þá sér maður það að það getur hver sem lent í þessu. Sama hvar þú ert í þjóðfélaginu og sama hvað þú gerir. Á þeim tíma þar sem að ég áður en ég fór í virk, þá fór ég inn á tölvuna mína í vinnunni á hverjum einasta degi að athuga hvað ég ætti orðið í lífeyrissjóði eða hvað væri langt ég kæmist á lífeyri, því að lífsleiðin og leiðin á vinnunni var hann svo gríðarlegur. Í dag elska ég að komast í vinnuna mína. Ég elska það að vinna. Mér finnst svo gaman í vinnunni og mér er svo gaman að lifa. Mér er svo gaman að vera í kringum fjölskylduna mína. Breytingarnar eru gríðarlegar og það geta allir farið þessa leið ef viljinn er fyrir hendi og með góðri aðstoð eins og virk að bjóða okkur upp á. Og tala nú ekki að öll þjónusta hjá virk, þú þarft ekki að borga krónu fyrir hana. Þannig að áhyggjur, peningaáhyggjur af öllu þessu, þær þurfi ekki að vera til staðar. Að lokum vil ég segja við fólk að það á alls ekki að skamma sín fyrir að leita sér hjálpar og aðstoðar við svona kvillum sem að hrjá okkur í sambandi við vinnu. Fólk á að fara beint í læknis og athuga hvað er að og koma sér að þá hjá virk. Og eins vil ég benda vinnuveitendum á það að mannauður fyrirtækis er gríðarlega mikilvægur og þeir hugsi og það sé númer 1, 2 og 3. Því að velja þenni vinnu skiptir öllu máli og það hefur maður séð sjálfur.